Rumors spreading round in that Texas town. Þá Debbie Julia Robinson klár, komin upp á vegg í mynd. Hún var hérna hjá okkur í síðasta þætti að Hvítum mánuði. Komið sæl. Það er komin nýr gestur og það í rauninni alveg ljóst að hann kemur á sínum vængjum til þess að koma í þáttinn. Guðmundur Hilmarsson heitir hann er flugmaður, veiðimaður, mikill útivistamaður. Já, hefur búið erlendis í mörg ár en alltaf tengdur landinu þrátt fyrir það. Velkomin. Takk. Ég veit að þú varst að veiða. Bara rétt áður þú komst. Já, ég bara nánast rétt að náði í þáttinn. Já. Og hvað? Hvar varstu? Ég var í Litlá í Keldukörfi með félaga mínum. Og hvernig gekk? Það gekk svona bara þokkalega. Við fengum svolítið af fiskum og settum í nokkra stóra náttúrulega eins og gengur. Já, menn vissi alltaf stóra. Já. Já, það er bara svoleiðis. Já. Og silungur? Já, þetta var allt bara urriði og bleikja. Og hérna sko, þetta nú bara að kalla vorveiði, ekki? Jú, þetta er vorveiði. Hvenær byrja menn? 1. apríl er náttúrulega byrjað, sko, og það er veitt svolítið svona stíft fyrst eftir opnun, sko, en svo svona hægir aðeins á og verða laus leyfi þegar það líður fram í maí. Er það þá kannski bara það að menn eru svo æstir að þeir vilja byrja fyrst? Já. Ég hef séð myndir af mönnum í nánast í stórhríði að veiða. Já, við höfum lent í því oft. Vinur þinn Pálmi Gunnarsson. Já. Var það ekki hann sem með þér? Jú, hann var með mér núna. Og ég hef séð myndir af honum. Það í vondu veðri. Já. Við erum oft í allslagsveðrum og oft í frost og kulda og þurfum að brjóta á lykkjónum svo línan komist út og frís. Er þetta þess virði? Já, þetta er alveg. En samanburður, vorveiði og svo bara sumarveiði. Já, og haustveiði. Og svo náttúrulega haustveiði líka. Já, sjóbirtingurinn, það er nú eiginlega uppáhaldið. Er það haustið? Já. Það er svona þegar komið fram í seinni part ágúst, september og fram í október. Já. Þá koma stóru sjóbirtingarnir sem gaman að glíma við. Já. Hvað hefur þú fengið stóran? Ég fengi 18 punda sjóbirting. 18 pund? Já. Og þá bara á litlu flugustöngið? Já, allt á flugu. Hvernig að berjast við þetta? Það eru töluverð átök, sko, og svona tvísýnt, hvor hefur betur. Já, en þetta kannski ekki það, þegar menn eru með litla stangir og grannar línur og litla króka og allt þetta, það ekki það líka sem að gerir þetta spennandi? Jú, það gerir þetta spennandi og svo náttúrulega þarf maður að hafa miklu meira fyrir því og svona vera að passa samur að taka ekki of harkalega en þó nógu harkalega til þess að hann þreytist. Hvað tók hann? Ég var nú mest með straumflugur núna. Mest með Black Ghost og Dentist. Og eitthvað aðeins með flæðamús. En hann eiginlega tekur allt. Það er bara aðalega þegar það hreyfist aðeins, þá heldur hann það sé eitthvað nammi og ríkur í það. Já. Ég þekki þetta svo sem ekki mikið, ég hef mjög gaman að veiða. Ég hef nefnilega fengið á Black Ghost. Já. Sem ég nýtti sjálfur. Já, hún er nokkuð öflug. Já. Ertu mikil veiðimaður? Já, ég veiði mikið og hef gert mikið í gegnum tíðina, sko, og eiginlega alls þar sem ég hef tækifæri til, þar fer ég og veiði. Það er nú eiginlega sport nummer 1 hjá mér. Já, en vinnan, er hún sport að hluta til líka kannski? Ég hef okkar gaman að vinnunni. Og jú, það er ekki kannski, má ekki kalla það sport, en ég hef mjög gaman að vinnunni og það er mikið út úr því. En þú varst í rauninni bara líka, sko, að koma úr vinnunni í útlandinu, úr vinnutörn. Já. Ég var búinn að vera úti núna í 5 vikur. Já. Og það heldur svolítið. Þú ert flugmaður? Já. Eins og ég sagði. Já. Og þú flýgur engum, sko, þú veist ekki neinum púttum? Ekki í vinnunni, nei. Þú flýgur hverju? Ég flýg 747 vélum og mest þessari nýjustu sem kom út fyrir 2 árum síðan, sem raunverulega staðið. Þegar menn fara að hugsa tilbaka, Guðmundur, eins og með 747,
Hún orðin guðömmur, býsna guðömmur. Já, hún raunverulega orðin rúmlega 40. Og ég byrjaði á sko einum af fyrstu vélunum sem voru framleiddar sem komu frá Pan American. Voru framleiddar fyrir þá og við fengum síðan 2 svoleiðis vélar og ég flög þeim, þannig að ég hef eiginlega flogið nánast öllum tegundunum. Já. Nema ekki litlu stuttuvélni, SP-vélni. En sko, þú ert að vinna hjá Cargolux. Já, já. Við erum verið lengi. Ég er búinn að verða núna í byrjaðarinn 88. Já. Og búinn að vera eingöngu þar síðan þá. Ég reyndar fór aðeins í 8 mánuði til British Airways, bjó í London, en síðan fór ég aftur til Cargolux í byrjun ás 89 og er búinn að vera það síðan, alveg óslitið. Þýðir það þá að það gott að vinna þarna? Ja, mjög gott að vera þar. Já. Þetta fyrirtæki sem að Íslendingar áttu stóran þátt í að stofna? Þeir áttu nú bara held í stærsta þáttin í því, sko. Og Alfreð Elíasson náttúrulega og þeir félagar, sko. Ég held að þeir hafi, þetta var þeirra frumkvæði og já, ef það hefði ekki verið fyrir þá er ég nokkuð vissum að þetta félag hefði aldrei orðið til. Og hefur það dafnað allan tíman eða hafa verið erfiðir tíman líka? Það hafa verið mjög erfiðir tímar, sko, 82-83, þá nánast urðu gjaldþrota, sko, en því var bjargað af Lúxemborgaríkinu. En síðan þá má segja að hafi gengið bara mjög vel. Þeir hafi viljað hafa þetta? Já. Og þess vegna hjálpa til? Já, þetta mjög mikil búbót fyrir Lúxemborg að hafa þetta félag. Hverjir eiga þetta í dag? Í dag það Lúxemborgaríkið, bankar í Lúxemborg, eitthvað lítið einstaklingar, mjög lítið, en síðan voru Kínverjar að koma inn í þetta núna bara fyrir nokkrum mánuðum síðan. Víða koma Kínverjar? Já, þeir að smeygja sig víða. Já, þeir viljast vera að gera það. Já. En þeir eru búin að fljúga svona lengi þarna, allan þennan tíma. Ertu þá ekki, ertu kannski einn af elstu flugmönnunum? Já, ég með þeim sem búin að vera lengst og ég reyndar búin að vera lengst flugstjóri. Ég byrjaði sem flugstjóri þannig, ég var aldrei aðstofnflugmaður, þannig ég faktist, sá flugstjóri sem búin að vera lengst. Stekkur þú beint inn á Jumbo sem flugstjóri? Já. Er það algengt? Nei, það reyndar mjög sjaldgæft. Er það? Ég var bara búin að vera flugstjóri á Boeing 707 og DC-8 þotum í nokkur ár og þegar ég kom þá vantaði flugstjóra þannig að þeir buðu mig bara starfbeint sem flugstjóri. Þá varstu gamall þá? Þá var ég 36. Já. Hvenær byrjarðu að fljúga? Ég byrjaði að fljúga bara 20 og þá á litlum svona tækjarvélum hérna innanlands og til Grænlands og Evrópu. Hjá svona eins og maður segir litlu flugfélögunum? Já. Hér? Já. Og hvar lærðir þið? Ég lærði það heitir Flugstöðin, hjá Elíasar Jónssoni sem var nú alveg einstakur maður og raunverulega getur maður notað enska orðið living legend, sko. Já, sjálfsögðu. Já, og ég byrjaði svo að vinna hjá honum leið og ég var bara sama daginn ég kláraði að læra, sko. Já. Og fór alltaf rosalega vel á með okkur, sko. En í síðasta túrnuðinum sem þú varst að koma úr, hvert fórstu? Ég byrjaði að fara niður í Persaflóa og síðan tilbaka til Lúxemborgar, niður til Suður-Afríku, Jóhannesarborgar og tilbaka í gegnum Nairobi. Og síðan fór ég til Bandaríkjanna og var þar að fljúga milli staða í svolítinn tíma og svo fór ég niður til Suður-Ameríku. Já, ég fór til Dalvíkur á sundaginn. Já. Það munar pínlítið. Já. Veistu hvað í kílómetrum talið? Nei. Þú tekur aldrei svona saman? Nei. Þú skráir náttúrulega bara flugtíman? Já, ég veit svona cirka hvað, ég get fundið það út en ég yfirleitt legg ekki saman. Hver var lengsti leggurinn að þessu eða leiðin? Lengsti leggurinn var sennilega, ég fór til Los Angeles, það ég man nú ekki alveg hvað það er. Tímum, klukkutímum talið? 11 tímar. 11 tímar? Já. Á svona löngum leiðum, þetta eru fraktvélar eingöngu? Já. Nú orðið, þeir eru bara með vöruflutningavélar. Já, og eru þið hvað er þið margir um borð? Við erum yfirleitt bara 2 nema það sé flug sem meira heldur en 9 klukkutímar.
Þá erum við yfirleitt með þriðja manni með okkur sem svona leysir okkur af á leiðinni, þannig að við getum lagt okkur. Og þið hvílið. Hann þá til afleysingar eða sko flýgur hann jafnt á við ykkur? Já, ef það er svona langur túr með, ef það eru nokkri leggir sko, þá fær hann allavega að fljúga 2 leggi líka. Það að fljúga, meinar Já, menn sækjast í það, bara að fljúga. Er þetta svoleiðis að sko, menn sækjast mikið í það þegar eru komnir að vilja í fljúga? Flestir. En þetta er ekki nema bið. Að fljúga? Já. Nei. Þetta er alveg stanslaust. Alveg stanslaust vinna? Stanslaust, já, maður er alltaf að fylgjast með og spekulera og aðtók hvort það sé gott að skipta hæðir og svo náttúrulega bara fylgjast með öllum borð. Já. Öllum tækjabúnaði og tölvum og... En varningurinn borð? Varningurinn Þurfið þið að fara aftur í vélina og svona athuga testingar og þess áttar? Já, við gerum það alltaf fyrir flugtak. Það fyrir einn og okkur niður og það náttúrulega eru menn sem sjá það og eru ábyrgir fyrir því en við flugstjórinn náttúrulega endanlega ábyrgur fyrir öllu. Já. Þannig að það fyrir alltaf einn úr áhöfninni. Ég gera það nú mjög oft sjálfur bara. Fyrir niður og svona lítið fyrir allt. Þannig að það sé gengi frá festingar og eins líka við erum oft með sko efni, hættuleg efni. Það sé ekki leki eða lykt og svona ýmislegt. Þannig að það er ýmislegt sem menn þurfa að skoða? Já. Og spekulera? Já. Hvernig, maður hugsaði með sér sko þegar þeir eru kannski 2 eða 3 borð. Þið hafið náttúrulega einkennisklæðnað. Já. Ekki sitjið sko í skyrtum með axlarspæla og bindi alla þessa leið eða eitthvað? Jú, oft gerum við það sko, en í svona þessum lengri leiðum þá fer ég nú ofta aftur í og fer nú bara í náttbuxur og svona treyju og hef það hugulegt. En ef við erum bara 2 þá er maður nú yfirleitt í, en maður tekur af sér bindið og hneppið og það er svona píldið frjálslegur. En þú ræður ekkert hver flýgur með því, samt? Er þetta ekki raða niður? Nei, ég stjórna því ekki neitt. Það er alveg happatrætti hver fyrir með mér og við getum beðið flug saman en einhverjir ef að menn hafa áhuga fyrir því en það er ekkert víst að það gangi. Nei, hvernig er þessi hópur sem þú vinnur með? Alveg frábær. Já. Alveg upp til hópa einstaklega bara skemmtilegi menn og góði menn og góði fagmenn og fínir. Hvað er það að flytja? Svona endalur? Það er nú bara... Og hvað er þið með marga vélar áður en við höfum út í það? Við erum með 22 flugvélar. 22 747? Já. Það flytur nú eitthvað? Já. Og þetta er alltaf að fljúga? Já, þetta stoppar aldrei. Það er fljúga... Að meðaltali fljúga þær milli 16 og 17 tími í sólarhring alltaf árið sko. Þrátt fyrir að þær stoppa náttúrulega einhverjar vikur í viðhaldi. Já. Þannig að ein flugvél er kannski að fljúga ekkert óalgengt að hún sé að fljúga kannski 22 tíma í sólarhring þegar hún er í sem sagt... Nothæfu ástandi, hægt er að orða það kannski. Já. Hún flýgur til Los Angeles 11 tímar, hún stoppar þar í klukkutíma 1,5 og svo tilbaka, svipað. Hún er ekki eins og í mótoröfni? Nei. Þeir eru alltaf glóandi heitir þegar maður setur í gang. Þeir ná ekkert að kólna. En þetta þýðir þá að þetta eru magnaði vélar? Þetta er alveg ótrúleg verkfæri og það er bara alveg undantekning ef einhvað félar gera eða einhvað fer. Það er alveg undantekning. Guðmundur, ég hef beðið fólk að velja eitt lag til þess að spila þættinum. Já. Hefur þú eitthvað sérstætt sem við getum leyft að rúlla með myndum frá þér? Ég var nú ekki búinn að... Ég hef náttúrulega ægilega gaman að alls slags músík, sko, alveg sama hvaða músík það er, sko. Ég þori nú ekki að velja uppáhaldslagið mitt, það er rapplag með Eminem. En ég er eitthvað sem að velja eitt með félaga mínum honum Pálma. Já, hvaða lag? Er ekki bara ágætt hver vegur að heiman er vegurinn heim, er það ekki svolítið ljúft? Á það ekki vel við? Það passar vel við. Við vegur að heiman er vegurinn heim og þú varst að koma heim. Já. Við skulum skoða myndir með því líka. Já. Þessi gamli vegur hefur lengi laðað ferðalang til og frá húsinu. Þeir sem koma segja þeim sem heima sitja sögur.
Það var Pálmi Gunnarsson, veiðimaður og söngvari, tónlistarmaður, snillingur sem var að syngja fyrir okkur ekki kannski endilega mig og þó fyrir Guðmund Hilmarsson, flugstjóra, vinnan og þeir voru að veiða saman og gekk ágætt. Þú ert ánægður með Pálma? Já. En þú hefði viljað jafnvel velja Eminem. Já, en það kannski ágifir. En veistu að þó ég sem ekki mikið drakkmaður, þá þykir mér hann góð. Já, hann er sniður, hann er svona með orðanleiki og svona gaman að stúdera það sem hennar að... Hvar hefurðu verið að veiða á svona öðruvísi stöðum? Ég hef veitt náttúrulega á Nýja-Sjálandi, eiginlega allstaðar, bæði norður- og suðureyjunni. Ég hef veitt í Tasmaníu, sem er svolítið aspekt svona, eða voru alfara leið svona hjá Evrópubúum. Já. Og í Ástralíu náttúrulega. Í Alaska náttúrulega og Klettafjöllunum í Kanada og svo náttúrulega í Suður-Ameríku, niðri í Patagóníu. Þar er alveg svakalega skemmtilega ferðir þar, lengst söður í suðurparturinn á Chile. Chile er nú ekki smá lengra. Nei, þetta er alveg, ég man ekki hvaða Chile er langt. Ég geti trú að veri 3.000 kíló allavega. Já. Það er ekki mjög breitt. En eru þetta staðir sem að sko, maður hefur svona verið að fletta í gegnum internetið og eitthvað svona, eru þetta staðir sem að sko auglýsa sig sem svona veiðistæði? Já, Nýja-Sjálandi er náttúrulega sko mjög eftirsótt veiðisvæði og Evrópumenn og Bandaríkjamenn fara mikið þangað að veiða. Nú finnst mann einhvern veginn eins og landslagi Nýja-Sjálandi sé dálítið líkt okkar. Það er alls ekkert ósvipað. Það er náttúrulega pínlítið öðruvísi gróður, það er meiri svona hitabeltis gróður. Þeir eru ekki eins langt í suður eins og við erum í norður. Og veðurfarið er náttúrulega mildara, en landslagið er mjög svipað sko, og það er náttúrulega eldfjöll og stórfjöll. Og hvað veiðum við þar? Þar veiðum við náttúrulega mikið regnbogasilung og svo kallaðan stílhett, sem er regnbogasilungur sem gengur í sjó og kemur svo upp aftur, og svo náttúrulega urriða. Er þetta almennt svona stærri fiskur heldur en við veiðum hér heima? Þetta er svona svipaðir fiskar oft á tíðum sem að maður myndi fá niður í Meðallandi, í sjóbyrningsánum þar. Já. Og alveg niður í bara venjulega fiskar sem við erum að veiða hér, venjulega silungar. Hvað hefur fengið stærst á þessum slóðum? Ég hef fengið svona 12-14 punda fiska þarna niður frá, og eins líka í Suður-Ameríku, í Patagóníu. En þarna er öllu sleppt. Öllu sleppt. Já. Það er langt síðan þeir komið því á að það er nánast undantekning að menn taka fisk með sér í soði. En sko, er þetta allt saman þá tekið á flugur? Já, allt fluguveiði. Allt saman. Það þarf ekki að nefna við þér spún eða mark? Nei, ég náttúrulega notaði það hérna áður fyrir, eins og allir sem byrja. Já. En það er ansi langt síðan að það er ábyggilega yfir 20 ár síðan ég var með svoleiðis tæki. Þú ert vestur í Bandaríkjunum upp í Klettafjöllunum og þarna á þessum slóðum. Já. Ertu þá í einhverjum hópi eða? Nei, ég er yfirleitt einn. Einn? Ég er yfirleitt einn. Ertu með byssu þá með þér? Nei, ég er með svona stóran kút með táragassi eða spreyi sem að ég nota ef að bánsi kemur á nærri. Ég trúi því. Ertu að dandalast aleinn einhvers staðar þarna upp í Klettafjöllunum? Já. Innan byrni og alls konar dýr og gaupur og svo hvað þetta heitir? Já. Með einhver spreybrúsa? Já, en það er eina sko gaupurnar koma nú ekki nálægt manni, en bánsarnir gætu gert þeim að kæmi þeim á óvart. En ég hef nú aldrei lent í því, ég hef reyndar verið nálægt þeim sko, en þeir hafa aldrei sýnt mér þeim áhuga. En mér er sagt að maður eigi að bíða þangað til að þeir eru komin svona 3 metra frá og þá á ég með að sprauta framan í þá. Og þeir segja að það eigi að virka. Þeir segja það, já. Já, en yfirleitt eru þeir nú meinlausi sko, yfirleitt eru þeir ekkert að abbast upp á fólk. Nei. Gerur þetta hérna heima? Já. Og hvernig þá? Annarkvort á trukknum mínum eða á flugvélinni minni. Ég fer á afskiptastæði á flugvélinni minni. Og
og gisti og sefur undir væng eins og stundum sagt? Já, þá er ég yfirleitt með tjald með mér, sko. Og tjalda bara undir væng og það bara hugulegt. Rosalega, hvað ákalla rómatískt, þó sé þetta einn? Þetta er mjög gaman, sko. Já, ég trúi því. Þó maður sé aðleitt, sko. Já. Eins og það er nú gaman að vera í góðum hóp líka. Já. En það er virkilega gaman að, vera bara alveg með sjálfum sér. Og hvert hefur þá farið svona einn? Ég hef farið á Hornstrandir, töluvert mikið. Undanfarin, 14 ár sennilega, allavega. Og ég hef farið á, náttúrulega, niður í Meðalland. Það er náttúrulega aðskekt þar, víða, sko. Já. Og svo náttúrulega aðeins inn á hálendið. Ég hef farið upp á Arnarvatnsheiði, lendið þar á Eyju út í Norðlingafljóti. Og þannig að það er svona víða hægt að fara. Nú hefði ég gaman að því að pröfa Norðausturhornið, það er ábyggilega einhverjir skemmtilegir staðir þar. Já, ég alveg örugglega. Ég er alveg viss það og þetta er að finna einhver gott horn þar til þess að lenda á. Já. En þú lendir þá bara á þessari fínu vélinni, þú átt fína flugvél? Já. Hvað tegund? Það er Piper Super Cub eða Super Cruiser sem ég keypti bara sem kit í pörtum, flutti heim í gám og við settum saman, ég og Höskuldur Ólafsson, bróðir minn, bara heim í bílskúr. Já. Og ég er búinn að vera að fljúga henni núna vítt og breytt í 3 ár. Já. Þetta er alveg magnað. Eitt lítið, ekkert minnst á það, fjölskylduhægir. Já. Ég á 3 börn. Ég á strák sem eða mann sem er rúmlega 40 og svo á ég 16 ára strák og ég á stelpu sem er 21. Já. Eru þau eitthvað tengd flugi? Nei. Ekki neitt? Nei, þau hafa öll flogið með mér mikið, sko, alveg frá því við vorum bara pínlítil. En það er ekkert aðeins sem virkilega sýnir þessu áhuga umfram það að fara að hringja með pappa. Já, það er ekkert öðruvísi. Nei, ég reyndar ekkert verið að ýta þessu að þeim, en þau hafa ekki sýnt þessu neinn áhuga. Guðmundur, þú er búin að fara allan heim. Þú getur valið sko 100 staða sem hún búin að koma á. Þarna get ég búið. Svo velur Akureyri. Já. Ég hef komið hérna, sko, frá því ég var unglingur, ég átti félaga hérna sem unglingur og ég reyndar í kringum mótorhjólinn og leið vel hérna alltaf og síðan náttúrulega í samskiptum við Pálma og Adam Óskarsson sem er mjög góður vinur minn. Kennari. Já, og þá veiðimaður. Og veiðimaður og 1000 tala smiður. Já. Ég hef komið undanfarin svona, alltaf ekki 10 ár sem ég hef komið hérna og verið með þeim í svona viku 10 daga hverju sumri og alltaf liðið mjög vel. Og einhvern veginn leggst þessi staður mjög vel í mig. Ítur að vera, ertu ekki búin að kaupa þér húsnæði? Jú, ég er búin að hafa mér hús hérna í hlíðin á móti og þannig að það er eiginlega, já. Það er ekki aftur snúið. Nei. Nú þarfstu bara flugskýlindi flugvélina þeirra? Já. Við björgum því. Já, var það ekki? Jú. Það bjargast allt. Komstu með einhvern hlut svona sem þig langar til að sýna mér, eitthvað svona sem að ég hef beðið fólk að gera? Eitthvað svona sérstakkan hlut sem þið ekki væntum? Nei, ég gerði það nú ekki. En getur við tengt það skónu þínum? Já, mér þykir vænt þessu skó. Mér finnst gott að vera í kúrikastíflum. Mér fannst þegar þú komst þetta inn, mér fannst þú alveg æðislegur í svona skúrikastíflum. Já, maður svona, ég ákvað að koma bara eins og ég er alltaf. Svona frekar frjálslega klæddur og... Já. En er svona Ameríku, er eitthvað svona pínlítið Ameríku tenging í þér varðandi það, skúrikastífur og gallabuxur og svona? Já, ég hef náttúrulega verið mjög mikið í Ameríku alveg frá því ég var bara unglingur, sko. Fór til New York og var þar í tölvörna tíma hjá góðu fólki sem er nú nánast eins og mín fjölskylda og hef verið þar, svona má segja að það hefur verið mitt annað heimili eiginlega bara frá þeim tíma. Já. Og er enn. Og já, maður svona einhvern veginn, þó ég sé ekkert endilega Ameríkana sinnaður í dag, þá hef ég nú verið svona pínlítið svona þannig í gegnum tíðina. Já. Einhverja hluta vegna. Er það þess vegna sem þú gengur á þessu og er þess vegna sem þú heitir
ert með Tex McGibbon á hérna Facebook. Já, Já, það tengist Ameríku. það tengist Ameríku. Og það tengist þessari fjölskyldu líka ekki, nafnið eða hvað? Já, svona, já, það má segja ekki reyndar fjölskyldunni sem ég hef verið hjá mest en fjölskyldu sem ég var hjá á tímabili í Baltimore. Þetta var eftirnafni þeirra og þetta var stundum svona kallað eftir manni. Þannig ég hef svona, þetta var alltaf verið svona öðru hvoru í kollinum. Já. Og Facebook-nafni, það náttúrulega bara, maður treystir ekki internetun alveg 100%, þannig að maður vil vera svona pínlítið undir rós þar. Já, svolítið. En það má þá fara að búast við því að maður fara að sjá þig fljúga þínum litlu flugvélum hér á Akureyri og Akveima mótorhjólum? Já. Mm. Ég fyrir að... En áfram heldur þú samt að fljúga fyrir Cargolux? Já, ég rekna með að vera þar alveg bara þangur til að kemur að starfsloka aldrei. Ég raunverulega gæti hætt í dag ef ég vildi, en þetta bara á ágætlega við mig ennþá, þannig ég klára þetta bara. Það gott. Guðmundur Hilmarsson, flugmaður, flugstjóri, veiðimaður, útþrýstamaður, förumaður. Takk fyrir komuna. Takk.